Skeið hefur staðið yfir samstarfsverkefni milli Sandgerðisbæjar og Vinabæjar í Finnlandi. Guðjón Kristjánsson hefur leitt verkefnið og var afraksturinn kynntur á Listatorgi í Sandgerði fyrir skömmu. Guðjón, við erum hér stödd á sýningu sem að vera að opna. Hversla sýning er þetta? Þetta er svona sýning á afrakstri af Comenius Regio samstarfi sem við höfum verið í samstarfi við bæ í Finnlandi sem heitir Menta Vilpula. Og þetta verkefni snýst að búa til námskrá í náttúrufræði og mynd og handmenn, tengja sem sagt saman náttúrufræði og mynd og handmenn og tengja saman skólastig í bæjunum og skólana við umhverfið, við stofnanir í bænum. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur gengið ótrúlega vel. Við erum búin að vera í þessu núna í 1,5 ár. Og hérna hjá okkur þá er þetta náttúrulega grunnskólinn og leikskólinn sem er að auka samstarf sín á milli og kennarar í náttúrufræði og mynd og handmenn samstarf sín á milli. Síðan höfum við fengið stofnanirnar á þekkingarsetrinu sem er Náttúrustofa Suðvesturlands og Háskólasetur Suðurnesja til samstarfs við okkur líka. Og hérna er það Listatorg sem kemur í listahlutan af verkefninu. Og við höfum tengt þessar stofnanir allar saman. Við höfum heimsótt Finnana. Þar eru svona meira listalíf í bænum því að Menta Vilpula er einn af 6 listabæjum Finnlands. Og við erum sterkar á náttúrufræðinni kannski. Og það er svolítið gaman að sjá hvernig þetta verkefni hefur verið, hvernig aðrir hafa nálgast það eða eftir þjóðum. Því að hérna þá byrja Íslendingarnir á því að setjast niður, funda og skrifa niður námskrá og reyna síðan að framkvæma hana. Í Finnlandi þá byrjuðu þau bara á því að framkvæma eitthvað og settist síðan niður og skráðu hvað þau höfðu gert. Þannig að það er svona tvenns konar nálgun. Er það eitthvað sem þið getur hugsað ykkur að taka upp hér, prófa? Já, örugglega, og það hefur gerst í samstarfinu. Við höfum verið að skiptast á hráefnum, þannig að við höfum farið með ull og við höfum farið með horn til þeirra, við höfum farið með fiskroð, fiskbein til að búa til sem sagt, listaverk úr og þau hafa fært okkur timbur náttúrulega og trjábörk og efni sem unnið er úr trjám eins og pappír. Og vegna þess að Menta Vilpula er fyrst og fremst bær sem snýst að framleiða úr trjám, pappír og annað. Hversu mikla þýðingu hefur þetta fyrir samfélagi hérna í Sandgerði? Já, mér finnst það náttúrulega bara að auka vitund stofnana skólana og skólana stofnanirnar, tengja saman fólk á stöðunum og skapa heildstæðara og samfelldara samfélag. Skólinn hefur stundum verið svolítið ríki í ríkinu, einangraður og verið sér, lítið farið út en núna er þetta orðið mikið breyttara. Það er verið að vinna saman á mörgum sviðum.